Það var tveir sigrar á 2 dögum, þú hlýtur að vera hamingjusamur. Já, mjög hamingjusamur. Þetta var góður leikur í dag. Við unnum í gær en við vorum alls ekki sáttir strákarnir né við og fórum vel yfir þá fundið í dag og löguðum bara rosalega mikið af því sem við ætluðum að laga frá því í gær. Strákarnir, já, ég menna, responda við það sem við vorum að segja? Já, allavega með mjög margt. Við töpuðum boltum svona 13 held ég. Við vorum ekki að flýta okkur jafn mikið, styrktum miklu oftar upp. Þó að þetta hafi verið svolítið dæsingur í þessum leik, þá náðum við alveg töluverðu magni af góðum sóknum. Fengum opinn skot, fullt af opnum góðum skotum upp úr kerfum. Og við vorum að missa það alveg töluvert fram hjá okkur og inn í miðjuna en hjálpavörnin var miklu betri heldur en í gær. Oft talaðum að það sé best að læra af tapleikum. Hvernig að gíra 16 ára stráka upp í leik 3 og þeir eru búin að vinna 2. Halda þeir að séu búin að sigra heiminn? Nei, það held ég ekki. Þeir hafa spilað á móti þessu dönsku liði í fyrra í Danmörku 15 ára og töpuðu illa þar, þannig að þeir veit alveg að þetta verður ógeðslega erfitt á morgun og það þurfa allir að gera miklu betur í dag báðum megin sko. En það er líka bara fínt að fá sjálfstraust í hópinn í fyrsta leik og svona, þannig að í gær, fengum sjálfstraust í gær og fórum alveg langt á því í dag í byrjunleiks. En héldum alltaf áfram, við héldum þeim að í svona 8-12 stigum allan leikinn sama hvað þeir reyndu að berja sig tilbaka. Þannig að vonandi bara eru þeir með svona temmilegt magn af sjálfstrausti til að spila móti þessu rosa sterka danska liði á morgun. Talaðum að liðin eru í ákveðinu þróun, fyrstu keppnisleik í gær og leik nr. 2 í dag. Hvernig líst þér á framhaldið hjá þessum strákum? Mér líst bara mjög vel á framhaldið hjá þessum strákum sko. Það eru svona viss atriði sem við erum að reyna að láta að gera á þessu móti. Og það var mjög mikill munur í þessum atriðum milli gærdagsins og dagsins í dag. Og ennþá meiri munur náttúrulega frá því að við byrjum að æfa að viti fyrir einhverjum vikum eða mánuði síðan. Þannig að ég held að þetta getur orðið rosalega góður samheldinn hópur sem við erum með. Við erum líka kannski, það er engin einhver ein hetja í þessu liði. Og eins og oft í þessum yngri landsliðum. Þannig að það vita allir að við þurfum að gera þetta saman. Það getur stundum skapa skemmtilega stemningu. Það er að tala samsetningun á liðinu, hún er mikið úr sveitinni sem þú lítur að taka undir að það sé jákvæð. Já, bara gaman að vera með einn úr Hólminum og 2 frá Flúðum og 1 frá Þorlákshöfn og 1 á Króknum og allt það. Ekki Hrunamennum? Þú sagði ekki 2 frá Flúðum? 2 frá Flúðum, já. Jú, algjörlega, það er líka bara, það gefur okkur líka bara baráttu og svona. Þeir eru vanir að spila 2, 3, 4 ár upp fyrir sig á móti stærri og sterkari strákum á æfingum, þannig að þeir kunna alveg að berja frá sér. Vanir að vakna í mjálkir kannski? Nei, þessi strákar hafa aldrei unnið á æfinni sko. Allir með róbota. Það er bestu takkir.